Svolítið setnilegurinn gær Tún á morgun bara, hvernig metur möguleikana? Ég er svo sem ekkert að spá í möguleikana. Ég er bara meira að spá bara að ná góðri frammistöðu á móti sem síðan mun skila okkur í góð úrslit. Við þurfum að halda í vonina í þessu einvígi. Staðan er ekki, hún lítur ekki vel út, við erum 3-0 undir og þetta er mjög erfitt verkefni sem er fyrir framan okkur. En með trú og vilja og samstöðu þá er margt hægt í fótbolta og við þurfum að vera á okkar allra besta degi með stuðning frá stúkunni og með alla okkar dítila á hreinu og það þarf allt að ganga upp til þess að við náum að koma okkur í næstu umferð í Evrópudeildinni. Bara ef þú horfir tilbaka á fyrirleikinn, þú veist, er eitthvað eitt sem svíður meira en annað? 3 mörk úr föstum leikatriðum, það svíður mikið. Mark tekið af okkur, ég geti verið hérna allan dag að segja hvað ég hefði viljað gera öðruvísi líka. Sennilega, já, það er margt sem hann getur farið, ég myndi vilja breyta en það er svona, þú veist, smá klaufaskapar okkur í aðdraganda markana. En já, 3 föst leikatriði þar sem við erum mjög sterkir fyrir að það er svekkjandi að láta það svona koma okkur í þessu stöðu. Þá vantilega lykilatriði á morgun að byrja sterkt? Já, algjörlega, byrja sterkt og fá stúkuna með okkur og kraftinn frá stúkunni. Við þurfum allir í hjálp að halda, byrja kraftmikið og setja það á pressu og vera varir á þeirra góða leik. Þeir eru góðir að spila á móti liðum sem pressa á móti sér. Þeir eru góðir að vinna seinni bolta, setja hann langan, vinna í kringum það. Þannig að við þurfum við erum búin að tvíka dálítið í okkar leik til þess að sportnast við því. Þannig að vonandi bara gengur það á morgun. Síðan, já, byrja sterkt og ekki. Við þurfum samt að hafa trúna þótt að það gengur ekki í byrjun. Við meðum ekki fara í einhverja panikmót. Við vorum sjálfir 3-0 yfir á 42. mínútu á móti Bröndby í fyrra og staðan 0-0 og náðum að tapa því einvígi, þannig að eins og ég segi, það er allt hægt í þessu. Hvernig er bara svona staðan á hópnum komandi inn í leikinn? Herru, hún er þokkaleg bara, það eru vissulega margir, eða nokkrir meiddir til lengri tíma. Síðan eru nokkrir sem eru svona að díla við smá meiðsli en annars þeir sem eru klárir eru bara feskir og klárir í leikinn. Er einhverjir sem voru í fyrirleiknum sem eru ekki klárir á morgun? Það er svona spurningamerki. Það er spurningamerki með Daniel Hafsteins, hann var náttúrulega ekki með síðasta móti í IPVF. Þannig að það er spurningamerki með hann en já, aðalega með hann. Sveinn Aron, hann er nýjasti víkingurinn, má hann spila á morgun? Nei. Hann má ekki spila á morgun? Ekki hann heldur. Það eru bara þeir sem fyrir einvígið þá er settur listi af þeim leikmönnum sem er að spila og þeir voru ekki komnir fyrir þann listi var gefinn út, þannig að þeir eru hvorir available í þennan leik. En hvað kemur bara Sveinn Aron með inn í liðið? Hann kemur bara, þetta er öflugur strækjar í bóksinu og hann þarf núna bara að einbeita sér að því að koma sér í form. Hann er leikform og hann er búinn að vera lengi frá, án klúbs. Þannig að hann þarf bara að skerpa á sér núna og koma sér í gott stand og Svenni í góðu standi. Þetta er bara hörku strækjar, rosalega góðan vinstri fót, öflugur inn í teignum, þannig að þetta er hörku leikmaður. Ég sýndist ég allan að sjá Pálma Rafn hérna á hann er að æfa með ykkur eða eitthvað? Já, hann fekk að koma á æfingu og bara við ætlum svona að sjá hvernig standið hann er í. Það er náttúrulega ekkert við erum búin að missa ömmu er búin að meiddist í síðasta leik, þannig að við erum svona einu meiðslu frá því að vera í markvarðakrísu, þannig að fínt að sjá bara hvar hann stendur og hverju möguleikarinn eru ef við skildum lenda í fleiri áföllum með markmann. Lítið mál að fá hann aftur? Já, það var eitt símtal. Já, lítið mál. Hvernig var staðan á hann?
Við erum bara búin að vera að skoða það núna, hann er búin að bara líta ágætlega, hann er búin að halda sér við og hann er flottu þannig séð líkamlegu ástandi. Við þurfum bara aðeins að skoða betur hérna á æfingum hvernig hann er hvernig standið á honum sem markmaður er. Gunnar Vatnamar, hver er bara staðan hjá honum? Það er alla líkur á að hann fari núna bara eftir KR-leikinn. En eins og ég segi, ég er ekki búinn að sjá það á blaði og það er ekki búið að gerast, þannig að þú veist, hann er bara ennþá leikmaður Víkings og svo ég sagði áðan ég er ekki mikið inn í þessu, það er ekki ég er bara að spá í liðinu í næsta leik, hvernig ég undirbýði það fyrir næsta leik og Gunnar er þar, þannig að síðan bara kemur í ljós þegar hann þarf að fara, þá fer hann. Gluggadagur í dag, býstu við einhverju svona lokahreyfingum á hópnum? Nei, ég býst nú ekki við því. Það er aldrei að vita hvað Kári býður upp á, en ég býst ekki við því. Takk hérlega. Takk.